Það bara að byrja. Já, Já, ég bara að þakka fyrir þetta tækifæri að fá að sitja hérna yfir á málstofu Hagfræðistofnunar og í dag efni sem ég hef hérna hugsað lengi og þetta sko titill eða nokkurn veginn titill á 15 ára grein sem ég samdi og titillinn ekki einu sinni minn titill, þannig að þessi titill hefur verið notaður af öðrum. Og ég ætla nú bara að byrja þarna á þetta verkið, þessi hérna, 15. Þetta fletti ég. Þarna þessi á. Sko ég ætla bara að segja þetta, byrja þarna á smá bakgrunnin. Sjálfa mig, þá sem ekki þekkja mig, sem nú kannski einhverjir. Og svo þetta sögulega punktan, af hverju þetta svona áhugavert, og svo aðeins þróun í Danmörk og Svíþjóð og svo allir tala svona tölfræðilegt mat eigna. Þetta alveg sko virðuleg tölfræði grein að meta eignir, hvort það eru fasteignir eða verðbréf eða hvernig það nú þá þetta virðuleg grein. Og svo hérna bakgrunnurinn hérna einhver fræði sem ég hef lært og þá mótast ég að því að ég hef sko lært líkindafræði og tölfræði og svoleiðis. Og þá ætla ég að taka hérna snöggt dæmi sem úr kennslubók og ég hef talað áður og tekjudreifingar og svo ætla ég aðeins að minnast á vísitölur. Að þá hef ég sko ákveðna svona sértrúi samband við vísitölur og ég ætla aðeins bara að segja frá minni sértrúi í vísitölufræðanum. Og svo ætla ég bara svona að hafa aðeins smá hugleiðingu skattlagningu og svo pínulítið lokaorð. Og sko hvernig ég nú? Ég hef tekið háskólapróf í stærðfræði og það þýðir að sko ég ekki með neina sko minnimáttakennd í þeirri grein, en ég veit vel að það fullt af mönnum sem eru miklu betri stærðfræði en ég og það truflar mig ekkert. Ég alveg sáttur við það að það bara svoleiðis. Svo þegar ég kláraði stærðfræðina þá þessu ástæðan fyrir því ég valdi stærðfræði og ekki verkfræði var að ég var svo lélegur í teikningu eða skrift og leiddist skýrslugerð í eðlisfræði og þá bara svona hraktist ég þarna á. Og svo hélt ég áfram að hrekjast þegar ég var búinn með grunnpróf og ákvað að gera svona ekonometríu að minni grein. Þá var þekktur maður í Svíþjóð sem hét Hermann Wold og hann einn sem bara ég held ég hafi fundið ekonometríuna sem fræðigrein. Og ég nýbúinn að kaupa eftir hann bók frá ca. 1950 og það bara rosalega gott að lesa svona 70 ára texta þegar oft var á þeim tíma sem menn vönduðu sig og gerðu 12 uppköst og blýant með blá blýant sem áður með byrjuðu að setja vilvitar. Svo las ég líkindafræði eftir nemanda sem heitir Whittle og nýdáinn, 95 ára gamall. Og ég kunni ekki að meta bókina Whittle þegar ég sjálfur í námi. En hún var þarna því að hann var nemandi Hermann Wold og svo líka því þetta var ekonometría og þá líkindafræðin byggð upp á að skilgreina væntingarnar fyrst. Fólk sem lærir líkindafræði lærir hana sem sagt venjulega þannig að byrja á að skilgreina atburð og svo þetta hlutfallsleg tíðni atburða. Whittle byrjar á að skilgreina hvað vænting og leiðir líkindafræðin út af því. Svo Cox Hinckley var svona ályktunarfræði bók hvernig maður álykta út frá mælingum og svo bók sem ég ætlaði að kaupa mér aftur. Þótti opbóðslega leiðinlega og síðan tíma þetta Draper og Smith regression. Þetta sem sagt ég sé núna að þetta var flottilega góð bók og ég svona að eiga þessa gömlu námsbækur. Svona það hafði fullt af öðrum bókum sem ég bæði á og hefur týnt og ekki eignast og svo framvegis. Svo vann ég hjá Kjarrásson eftir flutti til Íslands vinna svona launagögn og það var á tíma mikið svona tölvubyltingar og þá svona þjálfaðist ég enn frekar í svona tölvunotkun og svo ég verið með fasta kennarastöðu í HÍ. Svo kom ég að ráðgjafarverkefni á vegum Hagfræðistofnunar verðmagn fasteigna. Þá var sko fasteignamat ríkisins sem þá hér. Það var með svona hugmyndir að taka meiri markaðsþátt inn í fasteignamat. Og þetta voru nú þá voru í fasteignamatnum starfandi mjög duglegir menn sem var svona verkfræðilega sinnaðir og hæfðir matsmenn og þeim fannst að menn þyrftu að fara á staðinn og horfa á eignina svona til að geta metið þetta og telja naglana og
reikna skrúfarnar út þannig. Og þeir voru ekki trúaðir á þetta, en ég hefði svona ákveðna nálgun í þessu sem ég mun aðeins nefna hérna í fyrirlesturinn hvernig ég nálgaðist þetta. Svo hef ég kennt inngangskurs í tölfræði og hagræðisfræði á ýmsum stigum, fjármálatölfræði og fjármálastærðfræði, það er að segja svona Black Scholes og þetta sem margir kunna. Svo hef ég tekið fyrir svona reikninám, hvernig þú reiknar. Þá er ég með svona í huga MATLAB 8R, einhver svona forritunarmál og síðustu ár hef ég verið að prófa eitthvað sem heitir Julia, ég mæli þetta með, og Python er ég ekki góður í, ég bara veit að það er til. Og ég ætla samt að reyna að búa svolítið til þar. Svo er þetta með fasteignaskattinn og hans eðli, og þetta hef ég hugsað alveg alla tíð síðan þegar ég var að vinna fyrir fasteignamati fyrir 25 árum, og þá sögðu þetta væri skattstofn og þess vegna væri nú mikilvægt að fá gott mat á þetta. Og svo á þessum tíma var upp á 90 eitthvað þá hækkuðu eignir víða í heiminum. Englendingur eitt sem ég vitna í skrifaði með hvað housing frenzy í Englandi og svo skrifaði ég sjálfur nokkrar greinar þetta og ein heitir svo ómögulegi skatturinn, skattlagning tækifæra og já sem ég held að sé síðasta eintaki sem fór frá mér og þið getið fengið það að senda, þau sendið bara tölvupóst og þið getið fengið þetta sent. Það birtist í Hagmálum 2007 sem ég á kannski. Ég er hræddur ég hef tekið til í skrifstofunni minni og þá hafi skipulagið ruglast þannig ég finna hann ekki þar. Og svo þetta var 2007, svo gerði ég aðra útgáfa þessari grein, endurskoða sem kom í vísbendingu 2016 með sama tækifæri, ómöguleg skattlagning tækifæri, þetta heitir það sama og ég svo kem að því setja hvers vegna heitir þetta. Og svo hef ég skrifað svona nokkrar blaðamannsgreinar í Fréttablaðið sem þið hefur kannski séð, sem spannið vandræðaskatt í stjórnarskrá 2016, skaðlegi skattstofnar 2017, nei, ég vann ekki í lottóinu 2018, skattar á reiknaða lottóvinninga 2019, ég man ekki hvort ég skrifaði 2020 eða 2021, ég sendi í fyrra grein í Fréttablaðið sem ég held að hafi ekki birt fjármagnstekjuskatt. Og það er saga af námsmanni sem var við nám og hann var að skipuleggja nám í útlöndum og þurfti að koma með skólagjald í evrum, þannig hann byrjaði að safna sér evrum á gjaldeyrisreikning og svo kom að því hann fór í framhaldsnámið og átti að taka út evrurnar sínar. Þá hafði íslenska krónan fallið og íslensku krónunum í evrunum hafði fjölgað og það myndaði skattstofn til fjármagnstekjuskatts. Þannig að hann átti ekki, eða hafði ekki aðgang að eins mörgum evrum eins og hann hélt. Þetta er alveg snar ómögulegt. Og svo fór þetta kannski undir eitthvað frítekjumark, þannig að kannski fékk þetta einhvern árið síðar, en þetta er alveg snar ómögulegt kerfi og þarf að laga og þetta hugtak með fjármagnstekjuskatt sem ég nefna þess vettur, að þarf líka að hugsa hvort það sé rétt. Svona, og einn... Þú hefur aldrei gert nokkuð fyrir þetta? Ekki sjálfur, en fyrir aðra. Svo þegar ég vann í Borgartúninu, þá var fasteignamat beint á móti og ég fór stundum í hádegismat með vinum mínum sem voru þar. Og þá var held ég einn þar sem bjó til þetta merka graf sveiflur íbúðaverða milli 1980 og þetta eru sveiflurnar á förstu verðlagi, það fer svo af 85 upp í 130, þannig að það er alveg tugaprósenta munur og hæst og lægsta gildi. Og við horfðum á þetta og þá sagði minn góði vinur sem á fasteignamatur, þetta eru bara sveiflur í eiginfjárstöðu eiganda. Og þegar verðið skoppað upp og niður á bestu verði og krónufjöldi kældi sig, þá var þetta bara aðalega verðbólguáhrif. Það er spurning hvað fasteignar er eftir verðbólguna mikið. Og þegar við horfum á þessa kúrfu, þá minnum við á verkefni sem ég sigað úti og tók ekki, sem var hagkvæmni álvers á Keilisnesi eftir við Keflavík. Þá horfði ég á álverðið, þá átti að fara að tengja raforkuverðið við álverðið. Og ég horfði á álverðið og ég hugsaði, nei, ég held að ég vilji ekki að kaupa mig fylgi þessari kúrfu. Og ég myndi segja það að þessi kúrfa hér, ég myndi ekki síður vilja að kaupa mig fylgi þessari kúrfu, en ef það fylgdi svona kúrfu, þá þarf ég allan að hafa einhverja áhættustjórnun og einhvern veginn að gera eitthvað. Og þetta skoppar upp og niður
Og þetta var hvernig var ástandið í Danmörku. Það var bara mjög svipað. Það er 1980 þá var bara sko vextir 20%, fasteignaverð bara í algjöru lágmarki, engin leið að selja eign, fólk bara skíttapaði að selja eign og vinur minn þarna sem var arkitekt og starfaði þarna, svo góðum 10-15 árum eftir ég og hann var að vera duglegur sem arkitekt í Danmörku, hann bara fórnaði bara höndum yfir þessum frosna markaði. Húsnæðisverð hoppaði upp og niður með tilheyrandi wealth áhrifum. Hvað var ég við með því? Jú, það var sko þegar verðið hoppaði upp, að þá bara sveiflaði í einföldu eigenda, þannig að allt í einu upplifði eigenda sem mjög ríkan mann og svo fór það niður. Þá var það bara neikvæð eigið fé og gjaldþrota. Það reyndar sko, Danir eru mjög sæknir í það að hafa neikvætt fé í húsunum sín. Það svona annar hluti sem var gott að tala Og svo var þarna stjórnvaldsstefna sem sumir töldu skaðlega. Þá var þarna mjög duglegur stjórnmálamaður sem hét Paul Schlüter. Veit ég, hann hafði þarna efnahagsstefnu sem var kartoffelkúrinn og það var galna hugmynd hjá honum var það að menn skyldu borga niður sínar skuldir. Og þá var talað bóligkrísin frá 87-93 og ég held að þá hafi á þessum tíma hafi raunvirði eigna fallið 40%. Það svona eins og það fjalli frá 120 sem vísindastofnana niður í 80. Það eitthvað svoleiðis fall. Og það kallaði bóligkrísin. Svo eftir 1990 þá fer í gang vaxtalækkun með tilheyrandi hækkun á fasteignaverði. Og ég á marga vini sem hagfræðingar, sem vinna í fjármálum og báðir hafa sína kosti og fjármálamenn eru oft svona brunnhygnari en slingari. Og þeir hafa góða formúlur sem núverandi vafli saman sem CDFR og ég eins og kallar á fundi einhverja nefndarvegum Alþingis og ég verður sem að ráð sem ég gaf þingmönnum ekki var hugsað þeir ættu að byrja hvern dag á að fara niður á klósett í þinginu og segja við speilin vafli saman sem CDFR. Ef við gerum þetta svona 10 sem á hverjum barni í 1 ár, þá myndi þetta svona 3. þingmanna að læra formúlurnar. Og þetta bara þannig ef að vextir lækka, þá hækkar virði eigna. Þannig að það er ekki endilega víst að það sé gott fyrir húsnæðiskaupendur að láta vextir lækka. Og bara þeir skulda bara herra upp að þér. Fasteignagjöldin í þessu kerfi í Danmörku voru fall af einhverju sem Danir kalla vurdering og einhver svona mat og ég veit ekki hvernig þið nákvæmlega framkvæma það. En þá þýddi það að þetta var stöðug skattahækkun í gangi eftir 1990. Þetta var ekki markaðsverði. Matið var ekki endilega... Ég er ekki viss. Sko, ég veit að í Englandi að þá er eitthvað svona kerfi í gangi og þá nota menn bara alveg sítt og eins í Bandaríkjunum þá menn að nota allan skrattan til þess að fá skattmat. Svo menn eitthvað sko, fjármálafyrirtæki og tryggingar þau verður að vinna með markaðsverð. Þau eru eitthvað að tryggja eitthvað sem markaðsverð og þarf að laga og þá þarf einhvern veginn að vera svoleiðis. Þessi Olga þýddi í Danmörku það var bara ægileg vext. Ég veit ekki hvað þið sjáu þetta. En þarna það þannig að vextir voru byggjum þannig að hann segir að obligationsrentur kringu 19% og þá stofnuðu svona verðtrygging 82. Setti í gang verðtrygging og þetta voru danskir sósíaldemókratar sem settu þetta í gang og ég kynntist manni, Jens Lunde, sem var að vinna í að koma þess á og búa þetta til og hafa hugmyndin var það að þetta myndi aðalega gagnast lágtekjufólki. Þannig að það myndi ef þú varst að taka lán á 20% vöxtum, best var að borga 5%, þá þýddi það eftir árið þá þurfti að fara í bankann aftur og semja viðbótarlán fyrir vöxtum. Og með verðtryggingunni gerist þetta sjálfkrafa, þannig að það er sjálfkrafa hækkun á höfðum, það þarf ekki að fara í bankann að tala við þá. Og þetta sko náði einhverjum upphæðum í Danmörku þessu verðtryggðu lán og þetta sósíaldemókratar eru mjög gáfaðir menn og telja sig mjög færi út af réttlætinu og allir þess að hafa opinbera skýring á því hverjir fengu við þessu verðtryggðu lán. Þessu var svolítið skýrt. Skuldabréfin voru gefin út og svo þessir Amerikanar hér, Campbell og Kokko, þeir reiknuðu það út að ef allir Bandaríkjamenn hefðu haft aðgang að verðtryggðum lánum í áratugum þá væri bara velferðin meiri og sérstaklega hjá lágtekjufólki. En þetta skrifaði ég einhvern tímann danska skuldabréfamarkað 2016 sem aukaatriði, þetta var fjármögnunina. Og svona þróast vextir og sko neðri kúrfan er verðbólgan, næstu vísitölur breytingar á næstu vísitölur og hitt eru sko vextir. Þarna setja þetta 30 ára RK-lán og RK-lán eru lán sem Danir og ofboðslega montnir af og enginn skilur nema Danir
Þannig að Evrópubandalagið og þessi Brussel, þeir skilja þetta ekki. Þegar ég var í Danmörk 2014 að vinna í þessu með þeim, þá voru Evrópubandalag að krefjast þess að þeir myndu búa til einhvern allar eignir eru metnar á 3 ára fresti og markaðsvirði til þess að athuga hvort að skuldahlutfallið í RK-lánum væri ekki örugglega fyrir neðan 80%. Ef það fór upp fyrir 80%, þá þurfti húseigandinn að fara í bankann og taka bankalán og þau með mjög illa við banka og bankalán og telja þá mjög mikla svikarhappa og vilja forðast banka. En RK fer einhvern veginn, svo eru bankar sem ákveða RK-lánin í dag, en það er önnur saga. Ég skrifaði grein þessa RK-lán í 2016 í, hvað heita, viðskipti og efnahagsmál, eða hvað heitir tímaritið viðskipti og efnahagsmál. Og hérna sjáum við að vextirnir samþykktir siglingum niður og Vatnsveitusamningurinn sem sér verðþróun virkar. Þannig að virði eigna bara snarl hækka á þessum tíma, bara 12% eða það. Og af því að fasteignaskattarnir voru einhver prósent af þessu vurdering sem var svakalega lág 1980, þá þýddi þetta alveg geggjaða hækkun á sköttum hér. Og þarna nú titillinn, þetta svo ekki minn titill. Þetta kom bara, þessum grein tók ég þegar ég var í Danmörk 1998 og þá kom þessi grein í Jyllandsposten, den umulige skatt. Og þá hafði einmitt að þessu eignatengdu skattar þau eru bólað upp og dönum það bara mjög illa við þetta. Og þessi sem voru að fara út á fasteignamarkaðinn þarna, 98 ungi menn sem kynntist í Árósum, að þeim þótti mjög ólíklegt að þeir þetta skuldsett sig upp á 2 milljónir, þegar þeir sem voru kannski 10-15 ára hefðu bara skuldsett sig upp á 1 milljón. Eins og var það að fóðra tveggja skuld, kosta núna það sama eins og að kosta fóðra einspilningarskuld fyrir áður. Þannig að þetta áttu svona konfliktum og en hvað gerist í Svíþjóð? Það var bara mjög svipað og þá var þetta skattar byggðar sem heitir taxeringsvärden og vaxtalækkun var aðeins síðar á ferðinni í Danmörku en áhrifin voru alltaf svipuð. Og það var mörg skrítin dæmi og eitt uppáhaldsdæmi mínu sem ég bæði lesið í fræðibókum, sænskum skýrslum og kynnst persónulega. Og það var það að netagerðarskúrar komust í tísku. Margum svona sjávarplássum, það voru svona á höfninni eru svona fiskimannaskúrar, þar sem að fiskimenn geymdu netin sín, 15 fermetra skúr með lofti, típiskur skúr. Og þarna voru fiskimenn sem gerðu þetta og svo þegar bankabólan byrjuð þarna 1990 í Svíþjóð, að þá komast þessi skúrar í tísku og nýríkir bankamenn fóru og keyptu þessa svona skúr, innréttaði sem koningstóru. Svo eftir svona 2-3 ár þá voru þeir leiðir á skúrnum, seldur vinir sínum á næsta skipaði skúrin á munnherraverði. Og þá bóluðu alveg upp verðin á þessum skúrum. Og þá bara skyndilega var einhver netagerða kall og fiskimaður sem hefði bara átt eitt bát og veitt einhverja krabba eða makríl eða eitthvað í net eða eitthvað. Hann bara fekk á sig stórhækkaðan skatt, bara út af þessi dillu í þessum bankanum. Og ég kynntist persónulega svona einu manni að pappans átti svona skúr og ég fór að minnsta kosti 2 svar út á bát með pappanum að veiða makríl. Og það var bara mjög skemmtilegt og svo framvegis. Svo kom að því að pappinn dó svona eitthvað árið 2000. Og þá fekk minn maður algjöra glýju í augum því að skúrinn sem hann myndi erfa þarna niður var 2-falt dýrari heldur en einbýlishúsið hans. Og þetta alltaf bara var þessi áhrif voru bara mjög skrítin og þá var við saga frá Kaliforníu sem okkar svipaðum að það væri svona sum tískusvæði sem bara hækkaði með háránum í verði og stundum hefði menn hækkað skattana þar. Í báðum löndunum, bæði Danmörk og Svíþjóð, þá er svona mislétt eigna alvarlegt til trafala. Þú ert með svo margar tegundir af hús. Þú ert með í Danmörku með andelslægið sem er svona samvinnufélag sem á blokk og það er mjög skrítin hlutur. Og núna var ég í Danmörku bara í síðasta mánuði og þá frétti ég svona andelslægið og þá þarf maður að sækja að mega kaupa í því og hinir eigendurnir verða samþykkja mann inn. Og eina af það hjúkrunarkona sem ég hitti og hún var nýbúin að vera samþykkt inn í svona félag þá gat hún keypt þennan andelsrétt á einhverju stýrðu verði sem hinir ákveða og ekkert á markaði. Og þannig þetta er svolítið skrítið. Og hýrisett og bóstaðsett í Svíþjóð, þetta eru svona sænsk hugtök sem er bæði mjög erfitt að skýra út fyrir Íslendingum og bóstaðsréttir eru mjög erfitt að skýra út fyrir öðrum en Svínum. Og þannig að eignir eru svakalega illsambærilegar og erfitt að vera með einhver eina formúlu. Og
Svo skrifaði ég hérna í Hagmál 2007 þessa hluti og þá var nýleg hækkun eignaverðs, þetta snarhækkaði og stundum brugðust mér við og sagði nei, þetta sko eins og í Reykjavíkurborg það sem ég keypti hús í 1994 þá ekki í svona forsendubresti, ég var að bera saman hús sem kostaði það sami í Reykjavík og Kópavogi og fasteignaskatturinn á húsinu í Kópavogi var 80.000, fasteignaskatturinn á húsinu í Reykjavík var 50.000. Svo kom ný borgarstjórn, lækkaði fasteignaskatturinn í Reykjavík en fann upp holræsagjaldið, þannig að summan holræsagjald pluss fasteignaskattur var nokkuð þeim sami á fasteignaskatturinn í Kópavogi. Þannig að fólk breytir nafn á sköttunum og láta heita eitthvað annað svo framvegis. En svo horfði ég búin að ráta upp á árinu 2000, þannig ég var búin að horfa á þetta, 2007 var ég að horfa á þetta svolítið, að eignir hækkuðu, fasteignaskattar hækkuðu og sveitarfélögin hefur bara hrifsuðu til sín skatti. Og hið rökrétta væri að menn notuðu aðferðir fjármálastærðfræðinnar, það væri svona sveiflur og væri einhvern risk management sem verja sig gegn niðursveiflum. Við hefum eina fasteignar sem gerði þetta, þeir hefðu gerð sjálfur grein fyrir því að bólan sem var 2005-07 að hún væri tímabundin og þeir ákvaðu að leggja í sjóð til mögru ára. Ég veit ekki hvað það sagði henni sönn, en gæti verið sönn, svo fengti söguna að sjóðurinn hefði enst í 5 ár og þá hefði fasteignasala farið á hausinn. Ef þið þekkið söguna það bara getið örugglega kompletterað og kannski það leyndarmál, en svona man ég söguna. Mér blöskuði algjörlega þessi skuldsetning íslenska sveitarfélaga þarna 2007 þegar ég var að skrifa grein. Og ég skrifaði, ég lærði í Gautaborg, sem svona ekki Stokkhólmur í Svíþjóð, þannig að þar var svona viðurlega hagfræðigrein regionalekonomi, sem svona byggðastefna. Og þar voru menn mikið að hugsa um dreifðu byggður og hvernig ætti nú að styrkja þær og hvernig væri eðlið svona dreifðara byggða. Og ég spurði sænskan skólafélag hvort að sænsk sveitarfélag gætu skuldsett sig svona eins og íslensku sveitarfélögin voru að gera. Hann segi, það var ekkert sem bannaði það lögformlega, en ríkisstjórnarhefð, þegar ríkisvaldshefð í Svíþjóð myndu stoppa svona með því að draga og framlög ríkisins til sveitarfélög sem myndu taka svona lán. Þetta gerði meðlens líka með Handelsfjárstofnun Stokkhólms, þeir vildu taka upp skólagjöld og þá sagði ríkið, þegar þið tækið upp skólagjöld, þá bara minnkuðu ríkissamlegið til eitthvað sem þið nefnir. Svipað svona Svíþjóð hefur svona í eðli sínu sterkt ríkisvald, þannig að svona tök ríkisvaldsins á sveitarfélögum held ég sé nokkuð sterkt. Og aðeins sveitarfélögum þar hefur stór fækkað og líka í Danmörku og bæði eru búin að skipuleggja sig þannig að það eru svona regionir sem svona sveitarstjórnarstig sem á með mörgum sveitarfélögum. Þetta greinin mín úr Hagmálum frá 2007. Þetta getið fengið, ég sendi ykkur þetta mér tókst með brasa að finna þetta í tölvunum minni, en ég fann ekki Hagmálablaðið sjálft. Og þarna þessi mynd og þá var sjáum við, þetta er að vera 3 línur sem flata, það er verðlagið, neysluverðið og svo er einbýli og fjölbýli eru hinar 2 búðirnar. Þetta kemur úr Hagstofunni. Og þetta er lógarinn af vöruverðs, þannig að það kemur bara æði skengin verðhækkun á eignir og bara hækkar fasteignaskatturinn bara mjög svipað. Og svo líkindarfræðilega líkan sem ég sagði frá í Hagmálagreininni, þá var ég bara að kenna svona fjármálastærðfræði og þá kenna mann svona formúlur eins og þess að formúlu 1 svona diffurefni til þess að stókastíska diffurefni til þess að lýsa hreyfimynstri og í greininni tók ég dæmi eina sérstaka svoleiðis sem þessi sem heitir constant elasticity variance sem constant elasticity variance það þýðir það að sigma sinnum x þannig að breytingin á x hún er svona aðlögunarferli að kappar aðlögunarhraðin alls fær þetta langtímameðaltalið og svo er þetta sigma x það segir það að þegar verðin eru há þá eru stökkin til og frá miklu stærri og þetta er kennt í fjármálastærðfræðibókunum og þá vinna menn með svona formúlur til þess að verðleggja skuldabréf og vildanir og svo framvegis og ég held ég hef kunnað svolítið þessu þegar ég var að kenna þetta ég er bara búin að gleyma þessu núna ég man hvernig formúlurnar líta út en hvað á að gera ég held ég sé búin að parkera því einhversstaðar á dimmastaði í heilanum og jafnvægisdreifingi ef við trúum á þetta þá fáum við svona jafnvægisdreifingi svona út og það er svakalegur hali í henni sem heitir Pareto tail ef við trúum þessu móti sem ég sýndi ykkur á Pareto tail því að það verður svakalega hágildi möguleg og þetta er svona bara hugsunarleikur með
vinna með þetta svona, maður á að ímynda sér þetta og lendi ekki í Danmörku að eftir svona 10-15 ára ægilega deilur og lentu þau hér og hafði þetta tekið úr einhverju danskri plaggi að þá bara ákveður að frysta fasteignaskattinn á miðað við matið eins og var 2001 eða 2. Þannig að þú borgar í fasteignaskatt lægst af þessum þremur. Það sko 2001 matið pluss 5%, 2002 matið eða nýja matið. Það lægst af þessum er fasteignaskatt. Þetta bara frystu þér. Svo bara er skatturinn samsettur úr húsverðinu og lóðamatinu og lóðamatið er grundskuld og það þess aftan að hækka og það sá að það gekk ekki á grundskuld, það var svo há svona gömlum húsum, það byggu ellilífeyrisþegar, þannig að fólk veit ekki hækka gjöldin svona mikið á ellilífeyrisþegum, þannig að þá fristuðu þennan líka 2005. Þetta er bara galin efnahagsstefna sem ekki gengur til lengdar og það er verið að þróa hugmynd sem á að gilda eftir 2024-2026 og sósíaldemókratar er búin að lofa frystingu til 2025. Þegar ég skrifaði greiningu hérna í vísbendingu, þá sagði ég að sósíaldemókratar væri búin að lofa frystingu til 2020 og svo hafa þeir framlengt loforðið. Þannig að ég veit ekki hvað þeir eru að gera. En sko ég held að fasteignaskattur sé bara samt þátt fyrir þessa frystingu sé hann ferlega hár. Þannig að hús sem kostaði sko 3 milljónir árið 2001, þá var bara fasteignaskatturinn og því bara 0,5 milljón íslenskur. Og það var mjög ofta með kenndur skattur þar og blasir við að venjulegt fólk getur ekkert borgaðan, þannig að þess vegna munu þessar dýru eignir flýja eitthvað annað. Þeir fari yfir í eitthvað fyrirtæki, atvinnurekstrarform og eitthvað svona sem að getur unnið eitthvað öðru. Þannig að einstaklingur getur ekki átt svona dýr. Ástæðan fyrir þessari háu prósentu á fasteignaskattum í Danmörku var að því að eignirnar voru svo ofboðslega ódýrar árið 1980, kostuðu bara ekki neitt. Þannig að 1% fasteignaskattur var bara mjög lágt skatt. Ameríkanar eru líka með svona, þá er sko prósentan svakalega breytileg eftir fylkjum og stofninn sjálfsagt mismunandi og víða má draga fasteignaskattin frá öðrum skattum. Þannig að það er sko víða ekki alls staðar. Og svo Svíþjóð og Ísland, fyrstu viðbrögð Svía, eins og þarna, frysting, þetta gengur ekki að láta metarsporana æða þarna upp og vera og bara, það gengur ekki að stoppa það. Og svo sáðu þetta gengur ekki og svo bara settu fast krónutölu þak. Og þakið á einbýlishús í dag er, ég giska á, þetta er 80.000 krónur, það er svona 130, 40, 50.000. Það er þakið á einbýlishús og þakið á sumarhús er bara helmingur þakið á einbýlishús. Og það er ekki skylda að hafa þetta svona. Ég kom í sjónvarpið og hann var tekið með 30 sekúndna viðtal og það voru sýndar 10 sekúndur og á þessum 5 eða 10 sekúndur sem ég ekki að tala, þá kom eina sem ég sagði það först krónutala og eitthvað væri galið. Hann var sko prófessor reyndist aldrei nút orð svona eins og lýsingarorð og helst alls ekki lýsingar eins og galið. En þá var því að rambaði á að segja þetta, þá var þetta eina sem sjónvarpið sýndi að ég sagði eitthvað væri galið og einn tala á alltaf einn. En sum sveitarfélög í Svíþjóð þau bara setja fasteignaskatt 0 á nýbyggingu. Það segir bara, ný hús, borga engan fasteignaskatt fyrstu árin. Það er bara að hvetja fólk til að koma að byggja. Þetta er svona öðruvísi kúltúr. Sumir þykir skatturinn lágur, kannski 150.000 á einbýlishús í Svíþjóð hámarksskattur og kannski skatturinn í Danmörku kannski 500 til 800.000, þegar 500.000 var skattur og húsið svo bætast við lóðaskatturinn sem það er mikið, þannig að þetta verður mjög há skattur í Danmörku. Þó að sé allt frosið. Og það er sænskur spekingaráð sem sendur alltaf frá sig sem er einhverjum hagfræðingur sem fóru sig í módeli og svona. Og einn módeli kom frá sem heitir konjúktúrráðið og þá datt þeim í huga að það var mjög að finna svolítið háa fasteignaskatt. Það væri alltaf lágt það. Og þessir virðulegu stjórnmálamenn og þessum stærsta hægriflokki og Magdalena Andersson sem er núna fastur á sviðan sko bara neituðu þessu, þetta getum við ekki gert. Getum ekki farið að finna upp svona skatt. Ellilífeyrisþeginn sem á einbýlishús og sumarhús, það má ekki fara að auka skattin á hann. Það má bara ekki. Og Ísland, það er engin viðbrögð, bara trilltur dans þarna í skattinum og hann stökkbreytist til og frá hverju ári og sveitarfélög bara eyða alveg djöfulinn ráðlausan og engin áhættustjórn þar í gangi og svo framvegis. Þannig að það bara telji mitt greining á Íslandi, þessi bara tóm vitleysa áfram. Svo kemur að þessu sem ég hef við, þetta tölfræðitækni matið, að
þá þetta sem sagt nokkrar aðferðir sem að byggja með eignir. Repeated sales, bara hvað settist eignin á síðast. Þessi aðferð það má segja ekki ríkjandi á verðbréfamörkuðum, en bara nota sko last trading price sem matið og svo það hedonic regression. Það byggir á að verðmeta sko eiginleika eigna. Þá það bara uppsjónlega kannski verðið eða lókverðna verðið og þá bara x-breytum einhver eiginleiki eignana. Það mætti fermetra, hvað herbergi, hvaða ferfið það og svo framvegis. Og Amerikanar sem hafa notað svona, hafa sem fundið út að það bara vera með arinn í húsinu, það snarhækkar væntanlegt verð. Ef eru fallegt tré fyrir framan húsið, þá hækka þau verðið, fallegu garðar baki húsið, þeir engin áhrif á verðið, alls konar svona hlutir. Og ég sjá þarna regressionstuð þar sem ég læti allar stuðlunum vera fallegt tré og það var þannig að ég lét á þróast smooth. Ég vildi ekki að það gætu komið stökkbreytingar í stuðlana. Það mátti ekki stökkva, þannig að þetta er random walk og til að styrkja. Það sem grunnar hann exponential smoothing og þannig þá þetta bara mjög svipuð nálgun. Reiknætti byggja á Karma Filter og þetta er online rekursiv aðferð. Það byggir á smooth aðlögun. Og mín mati að þetta betra en venjuleg regression. Til dæmis á mánaðargögnum, þannig að hægt á stökkbreytingum ef einstök eign selst svaka dýrst. Þá á það ekki að hafa stökkbreytingar. Svo mjög margar tækni fasteignamat er bara mjög mikilvæg tölfræði grein og þetta er bara mikil verðmæti liggi í eignum eins og þetta hafa fyrir hugmynd hvað það kostar. Og mjög margar tæknir eru aðeins prófaðar. Og hérna er úr bók, handbók og fólkvöldin og þarna er menn að reyna að spá fasteignaverði í Bandaríkjunum og þarna sjáum við bara efnisyfirleitir, alls konar aðferðir og svo þetta heldur áfram bara niður. Þetta er blasið við, þetta er mikil tækni og ég held ég eigi þessa grein eins og hún leggur sig og ef einhver vill fá þetta þá getur hann bara sendt út post. En það er þetta er ekkert sem að lesa yfir helgina, þetta er alvöru stúdía. Og svo er þetta prívat bókasafni að ég hef mikið áhuga á þessu, á hvernig ég meti eignir, bæði verðbréf og húseignir og fyrirtæki og hvað sem er. Og þá hef ég keypt þessa bók hér sem ég tók með mér. Hún er ekkert þetta er svona stærðfræði sem er bók og þetta er það hvernig maður verður ekki afleiður á húsnæði og þá til dæmis kemur eins og þarna það þetta sumir segja ávöxtun á húsnæði eigi að vera svo sama og einhver ávöxtun á skuldabréfum sem bara fjármagna húsnæði. Þetta er eina hugmyndir sem þetta var í bókinni áðan og svo er alls konar svona drifið og svo er þetta hedonic regression þegar menn eru að finna einhver eiginleikja auknan og verðleikjana. En verðleikja hvort það sé bílskúr og þetta og það. Úr vinnu minn frá 1998 þá kom það til dæmis út að kjallarar eru mjög óræðir í verðlæknum. Gömlu virðulegu matsmenn sem hefðu unnið við mat, þeir vildu alltaf meta kjallarinn á eitthvað. Það er einhver virðing kjallarinn. En gögnin, sölugögnin, sýndu það að kjallarinn var bara mjög óviss verð, að það liggur við að það er negatíft eða það var mjög erfitt að verða með þetta kjallara. Og svo nefndi ég vísitölur, þá er þetta hérna mín hugmyndafræði, ég bara að setja bókina því ég eignast hann fyrir 70 árum, 25 eða svoleiðis. Þetta er stochastic approach. Þá lítur maður á vísitöluna sem tölfræðilegan estimator og það er einhver ónákvæmur. Þetta er öðruvísi kúltúr, þetta er þeim flestar hagstofur nota. Þetta getur googlað divert sem er nú mikið áfrá á vísitölur í öllum heiminum, þetta er kanadísku. Og oft vitnaði ég hérna í Hagstofu Íslands, vitna menn í divert og það er önnur það er önnur hugmyndafræði þar og þá hugsa mér þessi random hugsun að sé eitthvað random, það er bara ekki hjá þessum divert og mörgum hagfræðingum þá vantar þessa random hugsun, þeir finnst bara óþægilegt, sé eitthvað random í mekanisminu. Er þetta samið rá og hreinar rá? Nei, þetta er prasaða rá hennar Þannig að svo á ég enn eina bók eftir einhvern rá eins það heitir linear models í rá og það heitir þessi enn annar. Þetta eru það heitir svo margir það sama þessi indverjar. En ég er nýbúinn að eignast bók mat á pakistansku húsnæðisvísitölu með svona aðferðir. Ég er grein, ég er ekki búinn að lesa ég er búinn að sjá að menn einhverjir í Pakistan hafa búin að lesa þetta og
og fannst sniðugt að prófa þetta á einhverjum pakistenskum borgum. Og hann var nýgildafræðibókin eftir hann Victor. Og þetta kunni ég ekki með því ég var námsmaður, því ég var svo lélegur í ensku og svo bara þroskinn ekki nóg mikið þegar ég lesti fyrir 40 árum. En þetta probability the expectation og ef menn eru svona duglegir að lesa stærðfræði og hagfræðingar og svo framvegis, þá held ég að þeim myndir líka þessi nálgun. Þú byrjar á að skilgreina væntanlega gildi og svo bara öll líkindafræði leitt út frá því. Og ég held að þetta sé eitthvað svona hugsunarháttur sem henti hagfræðingum bara vel. Og svo er ég með tekjudræmingu úr þessari bók og þarna sko dæmi sem ég leysti fyrir 40 árum og þarna sem sagt menn að hugsa það að þarna ennið NAVXT ónorminn sem þétti það er að segja fjöldi fólks cirka sem með tekjur x á tímanum 10 og svo þetta ónorminn það því að integraðarins ekki einn eftir mannfjöldin og ævilengdan látin vera random og ævilengdin einu uppspretta ójöfnuðra dreifingar. Og svo bara fundið þá út að maður þarf að finna hver þá tekjudreifingin, þá finnur maður það með því að leysa þessar hlutaviður. Þetta ekki auðvelt að leysa þessar hlutaviðjörnur og ég fann einhverja stærðfræðinga sem hafa fundið alla lausnir á þessu kerfi upp 1970 en þannig þetta hér jafnan og þetta landa eitthvað svona óperator, allt fyrir samfellda tíma, þetta minnir á fylki, þannig þetta svipað eins og finna eigingildi í fylki, að finna fastgildi í dreifingunni. Og þá sko ein lausnir þessi þarna efsta prófum. Þá þeir sem eru vita þetta Pareto-dreifingin og Pareto-dreifing með sko index alfa og alfa ákveðu tegund. Og Gini-stuðullinn beint afleitur af þessu alfa-stuðli. Og þá bara getur maður reikna Gini-stuðull fyrir þannig hér, saman sem þetta. Og hann þá alfa leyst út þessum jöfnunarbreytti, en alfa betra til það gamla saman sem þetta jafn að leysa, þá leysa númerist. Og þannig að þetta flókið af lífshættum, vöxtum og hlutaviðjörnum. Og ef að sko hagfræðingarnir vinir sem ekki vilja hafa random hluti, þeir vinna bara mekanískt og vilja setja væntanlegt ævintinn, það ekki gott. Hugmyndin með þessu að hafa ferlega einfalt líkan sem gefur svona. Og þá kemur þessi Pareto-dreifing með þessari líkindafræði sem menn þóttust hafa séð út frá greiningu á gögnum. Og mörgum finnst Pareto-dreifingin ferlega óréttlát. Þannig að sko, þeir verða svo margir milljónamæringar, það eitt að það sumir svakalega ríkir. En þetta sko jafnvægi, það alltaf þeir sömu sem verða ríkir. Og dæmið breytist mikið ef maður lætur fjölda erfingja sem M vera random stærð. Þarna setjum bara N sem fast stærð og þá fæ ég sem Pareto-dreifing. Ef N random stærð, þá verða 2 random þættir líkanum, fjöldi erfingja og ævinning. Og dreifingin verður þá ekki, efastengin verður ekki Pareto-dreifing en hefur Pareto-teygð. Þannig það verða ennþá svona ríkir menn, en hins vegar af því var mjög illa þokkaður erfðaskattur í síðustu mörg ár og Wald og Whittle sem semdi þetta dæmi að þeir ætluðu sko sýna það að erfðaskattur væri bara stærðfræðilega rangur. Og þá kemur ljósa ef þú ert með fjölda erfingi sem random, þá er ekkert víst að hærri erfðaskattur leiði af sér eins sem verið Gini-stuðull, það bara alls ekki, það getur farið báðar aftur Gini-stuðull þó finnur þetta erfðaskattur bæði hækkar og lækkar. Það eftir hvers konar dreifing á erfingjunum er. Og svo flækist líka ennþá meira, beta vextin ef það verður líka ennþá flokkar. Menn hafa fundið út úr þessu ýmislegt og alls konar viðbætur og gagnrýni og þá hvað með alla sem eru tekið 0 og engar tekjur og þá hafa menn að fara að leyfa tvenns konar tekjur, bæði launatekjur og fjármagnstekjur og menn hafa gert ýmislegt þaðan og eins og við vitum bara hugmyndafræði manna bara lítil takmark sett, þannig að þeir bara fara að vinna í þessu. Gini-stuðlar eiga bara breytur sem eru jákvæðar og þeir verða svolítið bounded frá 0. Og það mikil vitleysa sem kemur út ef menn leyfa neikvæðar. Og einn til dæmis sem var með svona neikvæðar tölur sko, Piketty, maður hefur lesið eftir, fræg vitleysa sem hann Piketty og Saars gerði 2003. Þá það sko
sýna hvernig allt að fara verri við. Og þá grautaði þeir einmitt saman neikvæðum stærðum og pósitífum og svo fara neikvæðu stærðum að vera meira neikvæðar og pósitífar að meira pósitífar og þetta sem ályktar að nú sé nú eitthvað versnandi. Þetta má maður ekki gera og fylkisstjóri Wisconsin í Bandaríkjum svona í svipaðri villu. Eitt árið sagði hann, heyrðu, helmingur af nýjum störfum í Bandaríkjunum var til í Wisconsin síðasta árið. Það voru 18.000 störf sem eru til í Bandaríkjunum, 9.000 eru til í Wisconsin. Þetta er bara þvílíkt bull að hann ekki nokkur átt sko, því að þetta rétta greiningi var herfileg kreppa í Bandaríkjunum, bara 18.000 ný störf yfir öll Bandaríkjun og flest fylki voru svona sveiflust sitt á megin við 0 og 9.000 er bara mjög lág tala, sko, hann bara ekki að búa 5 eða 10 vinnur í Wisconsin, sko, bara 9.000 störf er bara fáránlegt, sko. En með þessi líkindalega nálgun, það þessu hefðbundnu makróhagfræðingar eru bara ekki þeim finnst þetta ótækilegt. Og ég nýbúinn að sjá hérna útleiðslu hjá virðulegum hagfræðing og hann var með sko svona skattalíkan og hann komst nú raun að þótt nú ekki að vera með sko held ég eignarskatt og það átti að vera með fjármagnstekjuskatt og þá skilgar ekki nánar hvað fjármagn og fjármagnstekjuskatturinn á að vera hægri á mjög góðum fjárfestum. Og hann ákveður hvernig var að finna þá. Og ég held að það sé ekki alveg auðvitað að finna færi þessi sem eru mikill heppnisþáttur í þessum fjárfestingar. Það er svolítið random, þannig að ég held að random nálgun sé heppilegri og það passaði bara ekki í stærðfræðingum hjá þessum gáfaða hagfræðings. Og þannig að ég held að svona flott líkindafræðinám sé bara mjög hollt fyrir hagfræðinga. Fjármálafræðimyndin er að mínum mati miklu betri í líkindafræði. Sko, harmful taxes, þetta er nýja skýrsla stærðaði skatta. Og ég held að þetta sé aðalega við að fjalla erfðaskattin sem er afnámu en líka eignarskatt, þessi wealth skatt. Það er í þessi skýrslu ekki til hlaðinu er svakaleg saga á 1985 eitt af flottustu fyrirtækjum Svíþjóðar sem var einhver gömul kona sem var eigandinn sem stofnaði, maðurinn stofnaði og svo voru hann börnin 60 sem voru að reka fyrirtæki og svo fór fyrirtæki á markað og þá voru skattar þannig að erfingjar átti að borga einhverju prósent af markaðsvirði og það markaðsvirði fyrir svo deyr svo gamla og þá veit allur markaðurinn það að erfingjarnir eru þvingaðir að selja. Og þessu lyktaði þannig að þessi stjórnendur þessi fyrirtæki sem voru aldrei uppi voru bara fín fjölskylda með fínt fyrirtæki í Svíþjóð að þeir bara átti ekki fyrir erfðaskattinn þegar gengur. Það bara verður hrundur svo mikið að það dugði ekki fyrir erfðaskatt. Fyrirtæki fór bara í rúst og bara þessi sem höfðu aldrei sem ríkt fólk bara voru bara viðnámssensorar og ventur og fjöldum að svistu vinnuna og ég veit ekki fyrirtæki nokkinn bóð sér bara sér. Það voru í Svíþjóð sérhæfð hrækama fyrirtæki sem fóru svona landið og leituðu að fjölskyldufyrirtækjum þess að þeir vissu að erfinginn yrði þvingaður að selja bráð. Og þetta segja þetta er mjög góð skýrsla, ég er læslega skrifað á ensku og þeir nefna reyndar sko að vitna með eignarskatt sem að segja því að þeir sé að Spánverjar sé eina landi í Evrópu og Bandaríkjunum sem sé alltaf eignarskatt. Ég skrifaði að Frakkland var það eina og þeir hættu, ég skrifaði það 2017 og 2018 til Frakkland hafi hætt með wealth tax. En á hverju ári voru svona 10.000 frakkar sem áttu ekki fyrir wealth tax. Það var bara gamlir pensionistar sem allt í einu voru mengar tekjur og bara áttu eignir sem hættuðu mikið og gátt ekki borgað auðlegðarskatt og kannski lenda erfingjarnir í vanda ef að þeir eru óheppnir að sko ættfæðurinn deyr á tíma þegar með eignar verið hátt. Þeir þvingar að selja vondar aðstæður. Bandaríkjunum og fleiri sko sem eru með háa próstjarðarskatt, þeir eru með þannig að mátt fresta skattleggingum ef þú með einhvern óákveðinn tíma, flytja milli kynslóða og Danir breyttu sínu líka þannig að eignir í atvinnurekstri eru ekki arfskattsskyldar og ég held að því að fjöldi dánarbúa í Danmörku bara rekinn áfram löngu eftir að dó sko. Þannig að þetta er sko holl skýrsla að lesa. Þetta er nefna að það séu til einhver bandarískir hagfræðingar sem segir það að ríkt fólk hafi greiðsluvilja til þess að vilja verja sínar eigur og þess vegna sé eignarskattur í lagi. Og ég held að þessi menn sem eru með svona hagfræðingar með svona tannhjólslíkar þar sem ekki er random allt svona mekanist. Og ég held líka þessi sem voru skrifuð skýrslu fyrir konjúktúrráðið og lögðu til hækkun á fasteignaskatti síðan þeir var á lár og ætlaði bara að slá saman búseturéttareignum og smáhúsum með stóra breytingum og það
Þetta hollt að kíkja á þetta, sjá hvernig þetta erfðaskattur í Svíþjóð var yfir 100 ár, stofnar 1884 og lagði niður upp úr 2000. Hann var mjög lágur fyrst, bara einhvern stimpilgjald, sko. En svo bara hækkaði hann svakalega til 30 og svo var hann svona kvarnaskórun eftir það, bæði undanþágur og lækkaður og svo framvegis. Og mér finnst að erfðaskattur ólógískur. Skattur á að byggja á því að það flæði verðmæta. Það ekkert flæði verðmæta við það einhver deyr. Það bara fyrirtækið eignir það nýja hirða. En svo maður þetta sænskri, þannig að hryllingsstæli sem að saftráðis kýstum. Herðu, sko, sumir segja Svíar hafa verið of seinir og það Friðrik Karlsson sem ég lest eftir, hann segir það. Og svo í bókhaldi stundum kallað fjármagnstekjur cash flow plus capital gain. Það segir ef ég á íbúð, þá sem sagt tekjurnar með leigan sem ég fæ plus capital gain verðhækkun. Og á spurning á þetta alltaf mynda fjármagnstekjur. Ég nefndi áðan þetta með námsmanninn, en íslenska námsmann sem laði fyrir skólaverktasjóð í evrum. Svo fjölgaði krónan mjög og þá átti hann alltaf skiptir að fara að banka fjármagnstekjur. Það var tekið bankinn helt eftir peningum. Og þess vegna segir mjög margir að capital gain á að vera skattfrítt og Íslandi capital gain skattfrítt í húsum. Og selur húsið með söluhagnum, hann bara skattfrjáls. Hann segir það á einstaklega. Og þessi Friðrik Karlsson tilur þessi skattang sé slæm og þannig að þessi gengissagnaðar búsettur eftir sem blir skattað 22% og svo aðrar sjást annar gengissagnaðar 30% og aðeins konar hring. Og fjármagnstekjuskattur mjög víð allir vandræða og í Svíaríki hafa með vitað þetta í áratugi og þá komið eitthvað sem heitir kapitalforsikring og þá það einhver ávöxtunarleið sem hugsanlega fyrir svona eldra fólk og smásparara og þá fjármagnstekjuskattur því bara eiginlega nú. Þetta sé sko 30% af 1/3 af lægsta ríkisskuldabréfum, það eitthvað svoleiðis. Hann bara 0, þannig að kapitalforsikring bara 0. Svo aðrir flokkar, investerings- og sparingskonto, þá fjármagnstekjuskattur sé 20% og mátt tapa, þá getur þú safnað saman tapdrátt, kvitta á móti frádrætti, þannig að gjaldfeldur ekkert á hverju ári og svo framvegis. Þetta flókið. Svo hérna Bjarni Astrup Jensen sem hitti hérna fyrir ábyrgð þegar í Danmörku. Hann hefur skrifað sagla bók, hérna 7. útgáfa, Rentes Ræning. Þetta sko alvöru kennslubók, skrifað á dönsku og byrjaði sem svona fjölrit. Svo þetta góður háskólatexti var einu og hann leggur á það að skattar hrúist ekki upp. Tvísköttun sé hlutur sem ber að varast. Og tvísköttun þá þetta eins og fyrirtæki á ekki bæði, fyrirtæki stendur á einhverju landi, á ekki bæði að borga skatta af því að eiga land og líka því að eitthvað með húsinu það var ekki að leggjast saman. Þannig að það ekki þetta komið hjá skattinu því að losa þér í landið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona. Og það sem sagt, þegar ég vann hérna hjá fasteignamatinu eða vann hjá bókhaldsnum en fasteignamatinu beint á móti, þá lærði ég til dæmis líka það er svo ólíka skilgreiningar á hvað fasteign. Í Svíþjóð til dæmis fasteign land með öllu sem stendur á því. Þannig að það verður ekki tveir land og byggja annað hús á landinu, bara ennþá einn fasteign. Og þau gátu ekki skilið það, Svíar, að Íslendingar gætu farið inn í einhverja blokk, múrað upp í einhverja dyr og þá eru til 2 fasteignir, algjörlega óskiljanlegt fyrir Svíar. Og þannig að þetta sko margar svona erfiðar skilgreiningar sem eru þarna í gangi sko. Þetta svo, sem þannig þetta var annað þetta með leigumarkaðinn, fyrir það sem lesa sænsku var mjög hollt að lesa þetta og mér svergist alveg á þegar ég heyri fólk bulla á Íslandi leigumarkað og segja svona hinsins ég á Norðurlöndunum. Þarna í þessari skýrslu eru borin saman 15 lönd, það mörg, af því að allir vita að sænsku leigumarkaður virkar ekki og ónýtur. Og þá bara mjög gott að lesa þetta og þá er samanburður á ýmsum löndum í þessari skýrslu. Þetta á sænsku, þannig að þetta erfiðara kannski að lesa fyrir þá sem ekki kunna sænsku, en þessi enska sem ráðan alltaf að geta þessi lesi sem geta lesið ensku. Og þetta þarna. Svo þessi Friðrik Karlsson, hann með svakalega síður það sem með svona skattabókar og útlistar á mig sko
það kommunal skatt, þetta er sveitarfélaga skattur á laun og þetta er tekjuskattur á laun og svo bara langur liður svo líka yfir tíma sko frá þegar ég á hann skjald frá 2016 og svo líka náttúrulega til 21 og þeir eru líka með svona samanburð milli landa sko. Það er flytur frá Danmörku til Frakklands, hvað þá að gera hvernig það hafa þeirra skattamálum og þetta er mikið bara tekið fyrir á hans síðum. Og það er svona sögu hérna jaðarskatt og svona. Vandræðins einskilsneitt frá þeim er auðlegðarskattin, eignarskattin sem var í 60 ára Svíþjóð frá 47 og frá fram yfir 2000 og voru þeir með auðlegðarskatt og maður getur séð sko krónutölufjöldan sem hann kom í ríkissjóð af þessum skatti, ofta alveg fárlega lítið. Og hann segir í þessi skýrslu að þessi auðlegðarskattur hafi bara oft haft negatív áhrif fyrir samfélagið hinn af því að fjöldi Svíar með háar tekjur og háar eignar bara flutt úr landi. Eins og hann líka maður, hann er bara komin aftur til Svíþjóðarinnar. Þannig að þetta er hollt að kíkja á þetta finnst mér. Og svo er hérna lokaorð sem Ísland og hérna þetta enda á að þetta er bara mjög mikilvægt grein eftir þetta fasteigna. Það er bara þetta er sko mikið verðmæti í þessu og maður þarf að vakta þetta og hvernig sveiflast verðið og svo framvegis. Og mér finnst ekki sjálfsagt að þetta sé á hendi ríkisins. Að þjóðskrá sé með einhverja einokun á því að meta fasteignir geti haft sko þingbókina eignarskrána, þannig að bara eignir séu skráðir í þingbók. Það sé einhverjum svona lýsingar á hverju eign, það sé mörg herbergishúsinu eða mörg hús á lóðum eða eitthvað svoleiðis. Og svo bara fái markaðsaðilar sem greiðast aðgang á þessu, þannig að þeir geti notað þær aðferðir sem þeim finnst henta við fasteignir. Bankatryggingar og svo framvegis. Og líkindatafræðin sem ég hef nú lært, og það hefur svona tvær meginhannir. Það er svo tölfræði, hvernig hann þú álegt út frá mælingum. Og það er sem svo líkindatafræðingarnir kunnu, það hefur kastaði krónunni sko, vektir í krónu 10 sinnum og fegst kastu leikla líkund að fengi 7. Þannig að 7 vannar ekki enn 3 á henni. En svo með sneru sig við. Ég kasta krónu, og fæ 7, hann er 3 á henni. Hvað segir þennir krónu? Og það segir það, tölfræðarspurning. Hitt er líkindatafræði. Og inference er álegt út frá mælingum og svo decision þegar við ákveða hvað ég gera. Þannig að fjármálastefnan er svona decision þegar hvernig átt að verðleggja þessa opsjónu eða svo framvegis. Svo er hérna sko hugtakavandinn er náttúrulega bara mjög mikið hvað er eign og eins og sér ekki þá bara eign er bara land með öllu sem að þið stendur. Hérna á Íslandi er bara alls konar það er sko þingbókinni og þjóðskránni ber ekki alltaf saman eins og númerakerfi og svo framvegis, þannig að þetta sé svona stjórnunarvandi þar og sko lögheimili þjóðgarður sveitarfélag, þetta er alltaf endur sko í Skandinavíu hefur verið mikið þannig að sko sveitarfélag hafa verið samanuð, svo hafa myndað svona super sveitarfélag sem þetta regioner. Í Danmörku séu 100 sveitarfélag og 5 regioner. Svíþjóð veit ég hvað sveitarfélag er mörg 300 eða 500 eða það er minna 1000 og regionar eru 20. Þegar við tala COVID-faraldurins, þá kom Stockholms regionin ekstra illa út í COVID. Allar hina regionar voru bara svipað á Danmörku. Þannig að þetta er sem sagt samsett og komin. Svo spyr ég hérna sko, er eðlilegt að framlög jöfnunarsjóðs í hátt því að fasteignaskattur sé hávært? Þetta er bara svona stjórnsýslulegt atriði, þetta er eðlilegt. Og hérna, svo finnst mér líka undarlegt að tekjuskattur fyrirtækja kannski sem er snjómoksli að tekjuskatturinn að því fyrirtæki renna allir í hérna ríkissjóð, er það svoleiðis? Og ég held að opinberu skattarnir að ríki og sveitar þurfa einhvern að vinna í takt en ekki einhver reiputógi hérna skattfréttir. Og þannig að við getum ekki kópíað Danmörku og Svíþjóð, bara ekki í neinu. Við getum lært af þeim eins og realkredit lánakerfi sem er í Danmörku ánægður að það er auðvitað einhver aðrar þjóðir að taka það bara upp. Bara menningin eignir og lán og með banka og skuldur, þetta er bara ólíkt milli landa, það er ekki hægt að færa til. Svíar skilja ekki realkredit. Þannig að þetta er óskiljanlegt í Svíþjóð að realkredit hvernig það virkar. En það með því að setja sig inn í þetta getur kannski skilja það betur og svo segi ég bara mikilvægt er að skatta sig fyrirsjáanlegir og skilvirkir. Það er Fröður Karlsson sem ég sýndi ykkur töfluna eftir það, hann er með svona bara útreikningu líka, hvað kostar að innheimta hvern skatt.
og ef það sko mjög óhagkvæmt að innheimta skattinn, þá bara kemur svona rautt flagg. Þegar ég var í Svíþjóð þá var fundur skattur á segulbandsspólum, kassettum. Því að fólk væri svo mikið að taka upp á þetta skattleggja þessu upptöku við fólk. Svo að þegar skatturinn kom að ganga svona 3-5 ár, þá sáu þeir að stjórnunarkostnaður við skattinn var helmingur af skatttekjum. Þá sagði henni, þetta er einhverjum, þá bara voru Svíar duglegir og hættu með skatt. Alveg eins og þau voru duglegir og hættu með frystingu á fasteignaskatti, þau bara settu fast hámark á einbýlishús. Sveitarfélög mega skattleggja lægra en þetta sýnist. Það er bara komið þetta 150 svona þak á öll einbýlishús og 70-100 stóð þetta sumarhús. En skattur má vera lægra og sum fara með alveg í 0 krónur fyrir nýbyggingar og alls konar konstar. Og skattar og inngrip mega ekki vera verðbrenglaðir. Ég lesi góða bók eftir nokkur svona faðir sem eftir þetta Nuts heitir hún og hún fjallar svona skaðsemi þess að stjórna með boð og bönnum og fyrsti kaflinn í bókinni fjallar þarna konunum sem að stýra mötuneytinu og vill að stúdentar báðu hotan mat og þá er spurning hvort það er að banna á hotan mat og þá segir þannig nei, það var ekki banna, það bara hafa hotla matinn í upp þannig að sjálfur. Og hann segir það að hið opinbera hafi mjög takmarkaðar og fáa frígráður til þess að standa í verðbrengandi aðgerðum. Og þessar fáu frígráður eigi ég bara að nota mjög vel. Hafa kannski háan skatt á áfengi, þú mátt ekki fara að setja háan skatt á sykur. Það er alltaf, þú verður bara alltaf mikið notið, þannig að háan skatt á áfengi er kannski. Reglur og takmarka á botnaði, kannski. Sterkar reglur lyf. Þetta eru mjög fáar frígráður sem hið opinbera hefur sko á þetta bara er allt í vitleysu. Þannig að mæli með að fólk kíkja á hana Thaler. Já, þá hefði ég ekki bara segja þetta stopp og þakka fyrir. Þú var ekkert nefnt sko fyrirbæri sem heitir brunabótamat. Nei, sko, það er reyndar sko annar mat, það er bara teknisk mat sem gekk á svona verkefni og telja skrúfur og svona. Og þegar ég var að vinna þarna, sko, bæði hérna í Háskóla Íslands, þegar ég var að vinna sem ráðgjafi fyrir fasteignamat ríkisins og svo eins þegar ég var hérna í Borgardóni í Hjarðarsson með fasteignamat sem nágranna, að þá voru þessi fasteignamatsmenn sko á gamla skólanum, þeir voru heilmikið að tala við brunabótamatamanninum og reyna samræma sig einhvern veginn og þá voru þeir að búa til eitthvað svona, þetta var einhver svona tækniformúla sem það búa til sko og ég held með báða þessar stærðir að þeir sem þurfa á svona mat að halda eru bankar og tryggingafélög. Bankarnir þurfa að vita hvað má lána mikið út á eignir, vakta það og vera með svona fasteignaverðs afleiður þess að verja sig gegn sveiflum. Og eins með sko tryggingafélögin, þau þurfa að hafa einhvern svona, það var kallað endurstoppverð hérna sem var búið til úr brunabótum, þeir þurfa að hafa einhvern svona mat á byggingarkostnaði og svo framvegis. Það er ekki öðruvísi en með þeim markað en að vakta markað. En báðir þessir aðilar þurfa að vakta markaðinn og mér er bara til efs að ríkið eigi að vera að standa í því að búa þessar tölur til sko. Ég held að það væri bara eðlilegra að tryggingafélögin sæju það en að út frá sínum gögnum og reikningum sko, hvað kostar að byggja brunarústir og svo þurfa þeir að endurtryggja sig til þess að sko, tryggja sig gegn stórbrunum og svo framvegis sko, auka tryggingu fyrir sko, stórtjóni sko, og svo framvegis sko. Þetta sé bara eðlilegt, þetta sé í höndum tryggingafélagi, brunabótamat og svoleiðis mat og að svona markaðsmat það sé fyrir höndum banka sem átt að lána út á þetta. En skattar og svoleiðis, ég held að skattar af og eignum að fara að tengjast og við tekjuna sem eignin býr til eða gjöldin sem hún býr til, þannig að það verður eitthvað streymi af náttúrulega tekjum eða gjöldin sem er grundvöllur skattsins. Hvað er mikill snjómokstur eða eitthvað svoleiðis eða hvað er mikil tekjur. Ég held að í Svíaríkjum sé engin skattur á einhverju víðerni eða átt einhvern stóran skó sem þú ætti ekki að höggva. Þá sé engin skattur af því eiga bara hann. Ég held ekki, ég bara veit það. Og sko
Þannig að sko landeigendinn á að innheimta lóða leigu og leigu af þeim sem eru sko með hús á landinu. Og þannig að það sko, í atvinnurekstri þá sé það þannig að það sé sko eitthvað landið að lóða leiga innheimt og ég held að menn skilji eitthvað mikið á milli þess sem á sko landið og þessum á húsi sem áður stendur. Það sé bara eitthvað svona ekki ein held. Spyrja þig grunninn á móti fasteignaskattinn sem eignarskatti eða eftir að við skattstofnum til að stýra. Heyrðu, sko, mín fræðigrein gengur út á aðferðafræði sko að hvernig á ég að meta og svo hvernig á ég að sko það sé verið með áhættustýringu ég mig gegn á. Það ekki mín fræðigrein. Hitt sko svona pólitík. Og ég bara fundamentali að móti bara öllum eignarskattum og erfðasköttum. Það allt sem fast. Það eins og einn góður maður sagði, það eðlilegt að skattsetja rennsli á vatninu. En ekki, það er ekki lítilega fastbúnir. Þetta vissi hann Valdimar Atterdag, pabbi Margrétar fyrstu Danadóttur. Hann sagði, missir svefnir hverjum vatnsdropa sem rennur óslepptaður til sjávar. Hans svona aðferði endurvísa danska ríkið á 14. var að draga úr því að hérnir framfleytur sig með ránum. Fyrir það eignir að heldur að gera bandalag eða eiga hluti tekið. Það er miklu farsælt að skjóta með það. Rómverjar árið 200 fyrir Krist í borgin Efus, þeir voru miklu skattlagningar sinni og settu svakalega vatnsleiðslu. Svo var skattur á borgarinn í Efus, það fór til á rörinu sem fór inn í hús. Menn gátu að nota vatni bæði til að kæla húsið á sömurinn og svo að drekka það og hvaða síður frá eins. Og það myndi fá mikið vatn og borguðu meiri skatt. Þetta finnst mér svona lógískt sko. En að vera að láta eitthvað skatt og elta verðbólur á markaði, þetta bara alveg teknilega galið. Alveg hvort sem það með eignarskattum ekki. Þannig að það er bara galið. Fríðar þá ég líka móti eign. Já, við erum að sjóna bara í það. Ég svona næst að vera með fáum að taka sem þú ólíklegt við fáum það í gegn að fasteignaskatt að vera aflagðir. Já, þetta er að breyta stofnunum sko. Þetta ef ég eftir að fara með pólitísk ráð, þá segi ég bara næsta ár á bara segir fasteignaskattin til bara 80% sem voru og svo svona 5 ára aðlögun, þá bara ferði yfir í svona sænskerfum einhvern skipar á hámarki og svo geta sveitarfélög bara stilt sig af og allt þetta eins og þeim sýnist, bara þjónusta eignina og svo framvegis. Svo verða náttúrulega sko þetta sveitarstjórnir þegar það er skilgreint að þeir verða bara að finna sér einhvern annan takt sko að það er undarlegt að allir tekjuskattar sko þeim milli ríkisins og að svo eigi opinbera aðeins og sveitarfélag sjá allan skrattan og setja það með mjög klukkaða til. Já, það er svona sveitarfélagið er skrítið samsetningu á tekjuskatti einstaklinga á útsvæði sem þeim tryggður útsvæðshlutin hefur áhengt fríið þar en á móti eru þeir ekki fá skattafyrirtækjum. Svo er hitt með að hvata á því að skattar af fyrirtækjum renni að einhverju öðru leyti til viðkomandi sveitarfélagi er bara fyrir viðhaldspólitísk áhrif. Já, og þetta er sko einhver svona stilling á hugtökum hvað þýðir sveitarfélag og hvernig þetta skiptir svona. Ég í þess að ég sýndi eitthvað af með frá Friðrik Hallgrímsson sundurliðinu að þá er sko er sundurliðið í sveitarstjórn kommuner og staðnefnd og þetta er alveg snarflókið og þetta verður tekið upp og Íslandi þetta sænst þetta ekki hægt bara eitthvað flóknar miklu stærra og hugtökin öðruvísi og svo umgengni þessar skattsátna það er alls konar frádrættir og svona fasteignaskattaréttlinn segir í mörgum löndum sko þá skilgreina menn fasteignakaup sem fjárfestingu. Þannig að fasteignaskatturinn er bara frádrætt eins og vextir. Það fór bara ekki að frádrætt bara frá öðrum sköttum. Og í nýju hugmyndir sem að fara af stað í Danmörku sem menn komið sér saman, það held ég að sé eitthvað hæglega um kokkur. Það er þannig að fínhús sem báka meira en minna fínhús. Þá er tekjutengt þannig að sko eftirlauna þegar ekki á sér svaka skattahækkun. Núverandi skattur má ekki hækka og bara endalausar flækjur sem þeir eru ekki að fá
nefndin sem sjáum þetta komin þrefalt fram á tímanum og hún kostar 4 sem meira. Það komur nýja tíma sko og það veist enga spurningu á Zoom en bara takk fyrir skemmtilega fyrirlestur. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir að þola með það. Takk fyrir mjög áhugaverð.